Komið öll sem blessuð og sæl. Þá komið að því að kíkja aðeins á helgina fyrir öll stjörnumerkin. Og við ætlum að gera þetta þannig núna að við byrjum á hrútnum, sem fyrsta merki dýrahringnum, og endum síðan hérna á fiskunum. Fyrstu spilin sem ég ætla að kíkja á eru þessi skemmtilegu hringadróttinspil hérna sem að sonur minn gaf mér. Þau eru æði. Ég er búin að stokka eins og oft áður. En ætla að stokka aðeins hérna í viðbót nokkur sinnum áður en við byrjum. Og svo skulum við sjá hvað helgin færir okkur. Við mögum ekki gleyma kertinu, alveg nauðsynlegt, og reykelsi fyrir þá sem það fíla. Þetta heitir, held ég, Palo Santo, á að vera mjög hreinsandi. Ok, þá byrjum við. Kæri hrútur, það verður mikið að vera helgina hjá þér. Mikið af samskiptum og skilaboðum og alls kyns hittingar. Mikill kraftur og mikill eldur í gangi. Hef á tilfinningunni að þú sért að hafa samskipti við fólk sem þú hefur ekki hitt lengi eða tala við lengi. Nautið mitt góða. Það er einhvers konar upprifjun á fortíðinni hjá þér. Það er verið að fara yfir sviðið, meta og dæma hvernig til hafi tekist í fortíðinni og þið eru að taka saman svona það sem að hefði betur mátt fara. Kannski eru þið að fara að hitta einhvern úr ykkar fortíð sem að ekki hefur verið inn í ykkar lífi í langan tíma. Og ef til vill er smá nostalgía í gangi líka hjá einhverjum ykkar. Einhvers konar uppgjör hjá nautunum. Tvíburinn, það er konungur eldsins. Þetta er ákaflega kröftugt spil og bendir til þess að þið séuð í miklu leiðtogahlutverki helgina. Annaðhvort eru þið uppfullir af orku sem þið eru að nýta í ykkar eigin þágu eða til að hjálpa öðrum. Og ég finn fyrir svona sterkri orku, svona eins og það borgi sig ekki fyrir fólk að vera að abbast mikið upp á okkur helgina. Þið eru svona svolítið í þeim gírnum. Kröftugir og svona stjórnandi svolítið. Krabbi. Krabbinn er ef til vill að fara að eiga í einhverjum erfiðum samskiptum. Það er allavega vona úr skilaboðum hjá krabbanum og hann er í smá varnarstöðu. Er kannski ekki alveg viss að þetta sem er á leiðinni til hans sé akkurat það sem hann langir til að heyra og svona býr sér pínlítið undir átök. Veit ekki alveg hvort að það sé endilega rétt í gírinn en það kemur í ljós. Ljónið. Það er annar gosi. Ljónið, hér eru fréttir
varðandi vinnu eða fjármál og byrjunin á einhverju nýju á þeim sviðum. Þetta getur líka verið varðandi nám. Það er smá eftirvænting helgina og ljónið til vill eftir að þurfa að setja sig í þau spor að gera mikið úr litlu. En byrjunin til staðar og svo er þetta spurning eitthvað sem á eftir að vaxa og dafna. Meyjan. Erfið líðan hjá meyjunni helgina. Þetta gæti verið sorg, söknuður eða eftirsjá af einhverju tagi. Kannski kemur í ljós hérna á eftir hvað er að ræða. Allavega eitthvað sem meyjan þarf að takast á við, einhvers konar hugarvíl. Ok, Vogin. Vogin er sömuleiðis í sverðunum, eins og meyjan. Það eru samskipti hjá Voginni, skýr og ákveðin samskipti, gæti verið við kvenkyns persónu. Þessi persóna lætur til sín taka helgina, hvort sem að þetta er Vogin sjálf eða einhver sem að Vogin er að fara að eiga samskipti við. Og það gæti orðið einhver særindi hér ef að orðin sem sögð eru ekki sögð með varúð og mildi. Sporðdreki. Sporðdrekinn sýnist mér vera að fara að njóta lífsins helgina. Hjá sumum gæti verið barnsfæðing í vændum og fréttir af því. Annars er þetta spurningum hjá sporðdrekanum að gera vel við sig á öllum sviðum og njóta þess að vera til. Og margir er að fara að uppskera eitthvað sem að þeir hafa sá til. Bogamaðurinn fær hérna fallega samskipti, fallega tengingu, gæti verið vinátta, gæti verið ástarsamband. Einhverjir tveir hugir sem ná saman á ljúfan og þroskaðan hátt. Þannig að gæti verið stefnumót. Allavega falleg tenging hérna á milli tveggja manneskja. Steingetinn. Steingetinn er sem oft áður að huga að vinnumálum eða fjármálum. Kannski verið að gera aðeins upp fjármálin og sjá hvað er til í sjóðnum og í kjölfarið til vill að halda aðeins að sér höndum. Desembermánuður er oft erfiður mánuður fyrir marga og kallar á fjárútlát. Já. Sjáum meira hvað kemur á eftir með þetta. Vatnsberi. Vatnsberi veit ekki í hvort fótinn hann á að stíga helgina og finnst hann vera
svona teygður og togaður á milli einhverja valkosta. Ef til vill besta lausnin að gera ekki neitt eða allavega bíða og sjá til. Lausnin nær heldur en þið haldið, kæru Vestberar, og þetta verður minna mál heldur en þið óttist. Fiskarnir. Það hin ljúfa drottning í bikurum. Hérna eru fiskarnir í sínu rétta vatnselementi. Miklar og djúpa tilfinningar í gangi hjá fiskunum, gæti tengst ákveðinni manneskju eða konu og tilfinningar eða til sem að koma upp á yfirborðið sem að hafa legið í dvala. Þessi kona er ákaflega góður hlustandi og getur oft verið mjög næm. Þannig að hún tilheyrir helgi fiskanna. Gæti verið þið sjálfir líka, kæru fiskar, sem eru í þessum gírnum. Ok, þá skulum við halda áfram. Og þá byrjum við aftur á hrútnum. Hrútnum aðlagt að hvíla sig og slaka á helgina og taka því rólega. Ef til vill frí framundan. Nautið. Haltu áfram, kæra naut, með það sem að þú varst að gera. Þú ert að klífa einhvers konar erfiðleika og það mun takast hjá þér að lokum svo lengi sem það tekur bara eitt skref í einu og stefnir ótrauður áfram. Tvíburinn. Það einveran helgina og njóta þagnarinnar og finna friðinn sem að fylgir því að vera einn og fara inn á við. Krabbinn. Ok, umbreyting hjá krabbanum. Ný leið til að lifa lífinu kemur upp á yfirborðið. Þetta fuglinn Fenix. Fuglinn Fenix, mikil umbreyting. Og ef til vill eitthvað sem að krabbinn búinn að vera spá í lengi. Tvíburinn. Eins gott að ég geri þetta í réttri röð. Ljónið. Látum okkur sjá. Þarna var tvíburinn. Hvað sagði ég áðan? Jú, ég vona að ég hafi sagt tvíburi og síðan krabbi. Hér komið að ljóninu. Afsakið mig, ég bara stundum var maður að fullvissa sig að maður sé að segja satt og rétt frá. Ljónið. Það einhvers konar ferðalag hjá ljóninu. Gæti verið bara svona myndrænt ferðalag, óeiginlegt ferðalag. En aðalmálið að sleppa stjórninni og bara leyfa bátnum að flæða þangað sem hann ætlar sér að flæða. Að fara bara inn í ferðalagið án allra væntinga. Og þetta á líka við ef þetta eiginlegt ferðalag. Þá það meyjan og það var
þá var þessar erfiðu hugsanir, þessi erfiða líðan. Ef til vill megin að fara að kveðja hið gamla og það er það sem veldur henni svona hugarangri. Því að það er líka ferðalag hjá meginni. Hún á að setja sig í stellingar og vera tilbúin fyrir nýjan sjóndeildarhring. Það er eitthvað langt hjá meginni, allavega út fyrir landsteinana greinilega. Og það geta komið upp alls konar erfiða tilfinningar og söknuður þegar svoleiðis er í gangi. Vogin þarf að vita það að hún kemst yfir allt sem hún ætlar sér. Þó það séu einhverjar hindranir í veginum, þá er hún fyllilega færum að bara ryðja þeim úr vegi. Þú getur unnið á öllu, kæra Vog, komist yfir allt og gangið bara vel með það, þessa helgi. Síðan er það sportdrykkinn sem að var að fara að njóta lífsins. Það er allt morandi í ferðalögum hérna. Það eru ævintýri hjá sportdrykkunum. Taktu áhættu og haltu ótrauður áfram, kæri sportdrykki. Eitthvað spennandi. Kannski verið að kynnast einhverjum nýjum löndum, eins og víkingarnir sem fóru í útrás. Vonandi samt án ofbeldisins sem fylgdi. Okay. Það er allavega ferðalög hérna komin upp hjá 3 merkjum. Já, 4 kannski. Við taljum nautið hérna með sem er að fara í fjallgöngu. Það var að boðamaðurinn. Fallegu samskiptin hérna, sambandið. Já, boðamaðurinn er að fara að ná takmarki sínu og hann nær því með því að láta ljós sitt skína. Takmarkið er ef til vill þessi draumakastali hér eða bara frelsið að fara sína eigin leið, allavega mun að ná einhvers konar takmarki. Okay. Á eftir boðamanninum kemur steingetinn sem er að halda sér höndum hérna. En hún má alveg gera sér vonir kraftaverk og vita það að kraftaverkin geta verið bæði stór og smá og bara halda voninni uppi, hafa væntingarnar háar, því að kannski er eitthvað sem að verður betra heldur en hún hefði getað ímyndað sér hér áður. Fallegt spil fyrir helgina. Þá er það vatnsberinn áður en fiskarnir koma. Vatnsberinn leið að losa sig við þessa hlekki sem er eitthvað er honum fjötur fót, svona andlegi hlekkir. Þá er bara að sýna hugrekki og taka skrefin og láta ástríðurnar svolítið ýta undir það sem hann er að fara að gera. Vera hugprúður og hugrakkur og það mun allt ganga vel. Já, þá er það síðasta merki okkar sem er fiskarnir. Og fiskarnir voru með þessa fallegu tilfinningadrottningu hér. Skilaboðin til fiskanna. Byrja núna, taka fyrsta skrefið og sjá síðan hvert það leiðir þig. Leiðin virðist vera greið, hérna áfram yfir hóla og hæðir, fram hjá ökrum og
grösugum hólum. Taktu fyrsta skrefið, láttu síðan lífið bara leiða þig áfram. En aðalmálið að byrja núna og bíða ekki lengur. Ókei. Og við höldum áfram. Tökum hérna fleiri skemmtileg spil. Byrjum aftur á hrútnum. Hrúturinn áminntur hérna verndarenglana sína. Þeir eru til staðar fyrir hann hvenær sem hann þarf á þeim að halda. Nautið að fara í ævintýri, á ævintýraferð. Kannski gott að nýta sér loftbelg til að komast yfir verstu hjallana. Það ferðalag líka í gangi hér og nautið að fara að njóta lífsins, kannski verið að stefna út fyrir landsteinana eða verið að spá í einhverju ferð. Allavega ævintýri framundan. Síðan var það tvíburinn eftir einveruna sem kom hérna á undan. Þá það spurning að byrja og muna að lífið fullt af endalausum möguleikum. Krabbinn. Þetta svolítið ferðalega spil. Það ferðalega hérna hjá krabbanum. Og hann að undirbúa líka einhvers konar ferð. Kannski eftir langt stopp. Það bara hvað segir maður, skjóta sér af stað. Svona eins og eldflaug. Ókei. Ljónið. Ljónið að fara að uppskera. Allsnægtirnar í alheiminum að koma til ljónsins. Ljónið þarf þá að muna að taka á móti því sem kemur. Og meyjan sem að fara í ferðalag eða að hugsa það. Það getur verið andlegt ferðalag því að það verið að heila hérna fortíðina og stíga síðan inn í framtíðina með styrk og skýrir sýn hvað framundan. Og hérna eitthvað ný planta að skjóta rótum. Heilun á fortíðinni fyrir meyjuna. Mikið það fallegt. Helgin hjá Voginni komast yfir erfiðleika og leyfa síðan ljósinu sínu að skína og sýna öllum hvað Vogin hefur að geyma, hvaða fegurð hún hefur að geyma og leyfa hæfileikunum sínum hennar að njóta sín. Það spurning að huga því þessa helgina. Ekki fela sig, heldur bara blómstra. Því að veröldin mun sannarlega taka eftir Voginni. Sportrekarnir sem fengu hérna víkingaskipið, þeir eru að fara að planta nýjum fræjum og eru að fara að byrja á einhverju sem þeir horfa til framtíðar með að uppskera. Falleg skilaboð að þetta geti verið bara fræ sem verið að sá svona andlega líka. Geti verið einhverja ákvarðanir sem verið að taka eða einhver þroskaskref sem verið að framkvæma eða eitthvað sem á eftir að borga sig og veita ávöxt seinna meir. Þannig að það svona forsjá. Ok.
Ok, og eftir sporðdrekanum, bogamaðurinn. Bogamaðurinn er að fara að fylgja síni eigin innri sannfæringu og sannleikurinn er að fara að sýna sig eða koma í ljós og kannski er eitthvað sem bogamaðurinn þarf að horfast í augu við sem hefur verið erfitt til þessa en nú er tíminn til þess að standa frammi fyrir sannleikanum. Steingetinn sem er að fara að verða vitni af kraftaverkum, hún fær nýja byrjun. Dásamleg ný byrjun, blómstrar í lífi mínu. Kannski er hún steingetinn á einhvers konar upphafsreit núna þegar líður á nóvember. Hún er allavega að hleypa einhverju nýju fallegu inn í líf sitt. Ef til vill eftir að hafa losað sig við eitthvað gamalt sem var að tefja hana. Vasturinn sem hefur þurft að sýna eða þarf að sýna hugrekki helgina. Hann ætlar að rísa yfir öll vandamálin og reyna að horfa á fegurðina í lífi sínu. Velta sér ekki upp úr erfiðleikunum allavega þessa helgi. Og síðan er það fiskarnir, síðast er þetta ekki sístir. Standa þarna á byrjunarreit. Og hluti af því er að einfalda líf sitt. Og ég var einmitt að tala um hérna að losa sig við eitthvað gamalt. Þarna er heljarinnar tiltekt í gangi. Kannski þessi fræga jólahreingerning. Allavega muna að lífið hefur upp á að bjóða svo marga einfalda hluti sem er hægt að njóta án þess að vera með fullt af efnislegu dóti í kringu sig. Einfalda lífið, það er heila málið. Mér langar rosalega að taka hérna, já, ok. Já, við höldum bara áfram. Ok. Tökum hérna tunglspilin góðu. Hrútur minn góður, trúðu á hið ómögulega, trúðu því að allt sé hægt. Nautið svari liggur í að setja kærleika inn í aðstæðurnar. Tvíburi, sýndu heiminum þitt rétta andlit eða þínu réttu andlit. Krabbi, það er verið að testa þig, það er verið að testa skuldbindinguna þína, hversu vel þér tekst að skuldbinda þig. Ljón, ekki hætta við, haltu sýninni sem þú hefur haft og fylgdu henni í hvaða máli sem er. Meyja, þú mátt eiga von á kröftugri breytingu. Þetta vill eftir að hafa hreinsað þarna og heilað fortíðina þína. Mikla breytingar hjá meyjunni. Vogin, allir sem þú elskar eru öruggir, þú og þínir eru fullkomlega öruggir. Ef þú hefur eitthvað verið hræddur annað eða verið eitthvað nervös yfir því að það sem þú ert að fara að gera valdi fjölskyldunni þinni einhverju óöryggi, þá er hérna verið að fullvissa þig að svo sé ekki.
Vogin, já, sportdrykkinn. Sportdrykki, það er kominn tími til að gefa fremur en að þiggja. Helgin þín verður þannig að þú getur aðstoðað einhvern eða gefið einhverjum eitthvað sem á eftir að falla í góðan jarðveg. Ok, bogamaður. Já, þú þarft kannski að breyta einhverju í þínu lífi eða svona hnika einhverju til þess að hlutirnir gangi upp. Það ferst þér vel úr hendi og verður ekki eins erfitt og þú kannski áttu von á. Steingeitin sem ert að fara að byrja að nýju losa sig við alla neikvæða orku til að hlutirnir gangi vel á þessum nýju tímamótum sem þú stendur á. Vatnsberi, hafa trú á draumum þínum. Það er bara svo einfalt. Draumar þínir eru vel þess virði að leggja eitthvað púður í. Og fiskarnir, þú ert að standa upp úr erfiðleikum. Kæri fiskur, það er einhver tímamót hjá þér varðandi erfiðan kafla í þínu lífi sem er núna að verða búinn. Ok, frábært. 1 spil að lokum, 1 engil, svo er ég hætt. Það er alls konar í gangi hjá ykkur þessa helgina og ég vona að þessi orð hérna sem að þið hlustið á með þessum spilum nái svona að vekja eitthvað í ykkar kolli, eitthvað sem getur hjálpað ykkur helgina í þeim aðstæðum sem þið verðið í. Og þá byrjum við hérna á hrútnum. Hrútur, þér er ráðlagt að fara með jákvæðar staðhæfingar til að allt gangi upp og til að lyfta orkunni þinni og draga að þér þar sem þú óskar þér. Fara með jákvæðar staðhæfingar. Ok. Nautið. Það er bara eitthvað afmæli helgina sem gæti skipt máli fyrir þig eða þína. Þar sem að þú finnur kannski einhver svör. Ef til vill er þetta afmæli einhvers ástvina þinna eða afmæli hjá einhverju barni. Allavega svörin liggja í einhvers konar afmæli. Ok, tvíburi. Tilfinningaleg heilun. Þú þiggur blessanir og ást eftir því sem að hjarta þitt fyrir gegnum meiri og meiri heilun og losnar við gömul tilfinningarsærindi. Frábært fyrir þig, kæri tvíburi. Krabbi góður, biðdu það sem að þig vantar. Láttu umheiminn og annað fólk vita af því sem þig vantar. Já, bara biðdu hjálp, biðdu aðstoð eða hvaða nú er og þú verður bænheyrður. Ljónið mitt góða, ef til vill flutningar, nýtt heimili. Flutningar gætu verið góð leið og skref í rétta átt fyrir þig. Vá, spennandi. Meyjan, svarið við spurningunni þinni felur í sér dóttur. Ok. Nú kæra Meyja, ef þú átt ekki dóttur, þá gæti þetta spil verið að tala um þig sem dóttur
einhvers annars. Þannig að það er þá spurning með foreldra. Svo sannarlega gæti verið einhvern annan fjölskyldumeðlim að ræða líka. Allavega svona létt og skemmtileg orka í þessu spili og barnsleg gleði. Vogin þarf að sýna smá þolinmæði, þar sem þú ert að biðja á leiðinni. Það er eitthvað sem að þú kannski veist ekki sem þarf að gerast áður en hlutirnir falla í ljúfa löð. Sporðdreki. Það er vorið. Óskir þínar rætast að fullu leið og blómin byrja að springa út. Vororkan er létt og ljúf og táknar nýja byrjun. Og kannski er eitthvað sem þú ert búin að vera að planta núna sem að á eftir að springa út í vor. Þá er það bogamaður, andlegur kennari. Þessi andlegi kennari gæti verið þú sjálfur eða að þú sért að leita til einhvers andlegs kennara helgina. Og lífstilgangurinn gæti innihaldið eitthvað tengt því. Andlegur kennari er sá sem getur vakið áhuga á meðal annars heilun og alls kyns andlegum málum. Fallegt. Það var það steingetinn. Það er enn eitt ferðalagaspilið. Ferðalagi sem er framundan á eftir að verða lífsbreytandi. Mikil breyta lífið þínu á ég er að reyna að finna réttu orðin hérna. Áttur að umturna lífið þínu og jákvæðan hátt. Ferðalag sem er framundan. Frábært, kæri sporðdreki. Og þá er það vatnsberinn næstur. Og vatnsberinn fær svörin sem hann er að leita að í vetur. Á vetramánuðum. Vetur táknar líka hlutir sem að liggja í dvala og eru ekki uppi við akkurat í augnablikinu. Þannig að þetta er kannski eitthvað sem er undir niðri sem að kemur síðan í ljós. Það eru vetramánuðirnir. Svo er það þú, kæri fiskur, síðastur hér en ekki sístur, og við ljúkum þessu með því að skoða spilið þitt og það er að kveðja hið gamla og segja halló við hið nýja. Þú ert búin að ljúka einum hluta af lífiðinu og nú er komið að nýjum og betri parti. Nýtt og betra líf að fara að hefjast hjá þér, kæri fiskur. Þá ætla ég að láta þetta duga og þakka ykkur fyrir að horfa og hlusta og ég óska ykkur góðrar helgar. Ljós og kærleikur.